Ólafur Ragnari Grímssyni, forseta Íslands, og Dorrit, konu hans, var vel fagnað þegar þau hófu kosningaherferð sína í Grindavík. Fjölmenni mætti í Salthúsi þar sem Grindvíkingum var boðið afmæliskaffi, en forsetinn varð 69 ára 14. maí, en einnig áttu hjónin brúðkaupsafmæli þennan dag. Ólafur minntist að sjálfsögðu á þegar Víkurfréttir klipptu verðandi forsetafrú út úr blaðinu þegar hún kom fyrst til Íslands til að vera viðstödd vígslunni í Spaðastaðar við Bláa lóni árið 1999. Ágæti fulltrúi Víkurfrétta hérna mættur. Þá held ég að við höfum alla sameinast þá óska að nú klippa Dorrit ekki út úr í dag. Það gleymir því sjálfsagt ekki meðan yfir að Víkurfréttir áttu tækifæri að vera fyrst allra fjölmenni í landinu með fréttirnar um Dorrit. Dorrit höfum ákveðið að halda vítt og breytt byggðir landsins undir heitinu samræða allt land til þess að gefa fólki tækifæri til þess að ræða við okkur en líka til þess að árétta hvað mikið í húfi í þessum forsetakosningum. Og eins og ég hef sagt nokkrum sinnum í dag hér í Grindavík að þá forsetaembættið ekki aðeins gestgjafi á Bessastöðum og eins og stundum nú rætt þarf að vera áferðarfallegt efni fyrir myndir og sjónvarpsskjáinn, því að forsetaembættið fyrst og fremst kjölfesta í okkar stjórnskipun. Hann sá fulltrúi sem fólkið velur sér til þess að taka lykilákvarðanir á örlagatímum. Ég orðaði það hér fyrr í dag að forsetinn síðasta stoppistöðin, Bessastaðir, síðasta stoppistöðin sem fólkið í landinu hefur ef það vill fá málin í sínar hendur. Ef það ekki sátt við það sem Alþingi og ríkisstjórn hafa ákveðið, að þá hefur það samkvæmt núverandi stjórnarskrá ekkert annað að fara heldur en til forsetans á Bessastöðum og biðja valdið í sínar hendur. Og við sáum það í Icesave-málinu hvað það var örlagaríkt. Þegar ekki aðeins Alþingi, meirihluti þess og ríkisstjórn höfðu samþykkt þennan ótrúlega samning sem gerður var við Breta og Hollendinga, heldur allar ríkisstjórnir í Evrópusambandinu þrýstu á Íslandinga að samþykkja þennan samning, að þá reist þjóðin upp og bað það að fá valdið í sínar hendur til þess að segja af eða á. Og þótt að ég hefði öll þessi öfl á móti mér í þeirri ákvörðun, þá varð ég, eins og við vitum öll, enga síður við þessari kröfu þjóðarinnar. Og fólkið í landinu kom saman á kjörstað og lýsti vilja sínum með eindregnum hætti. Og það hafa verið forréttindi fyrir Íslandinga að hafa gert það og geta gert það í krafti samvinnu forsetans og þjóðarinnar. Og við þurfum ekki annað að sjá hvað að gerast í Grikklandi, hvað að gerast í ýmsum öðrum löndum í Evrópu, Spáni, Portugal og annars staðar, þar sem fólkið hefur ekki fengið í sínar hendur samskonandi rétt. Og þegar forsætisráðherra Grikkland, George Papandreou, ætlaði að leggja efnahagsáætlunina fyrir grísku þjóðina, þá var hann kallaður til Brussel og honum bannað að gera það. Íslendingar eina þjóðin í Evrópu sem hefur fengið þennan rétt í hendur. Og það aðeins samvinna forsetans og þjóðarinnar sem hefur tryggt hann. En forsetembættið líka mikilvægt í öðrum tilgangi. Við vitum öll að það mikil óvissa í stjórnmálum og gagnvart flokkakerfi og Alþingi nýtur ekki kannski þess trausts sem það ætti að gera. Og þá sýnir sagan okkur það, bæði í tíð Sveins Björnssonar og Kristjáns Eldjárs, að það geta komið þeim tímar að Alþingi sé ekki fært það að mynda ríkisstjórn og forsetinn verði þá að grípa til þess að skipa utanþingsstjórn, tryggja að Ísland hafi trausta stjórn og velja þá ráðherra sem til þarf. Sveinn Björnsson gerði það á sínum tíma og Kristján Eldjárn var tvívegis búinn að ákveða utanþingsstjórn og velja ráðherrann í hana þegar flokkarnir kom á síðustu stundu á Alþingi og náðu samkomulagi. Ég nefni þetta hér vegna þess að við erum núna á vissan hátt að lifa einnig óvissu tíma þegar enginn veit hvað kann að koma út úr næstu kosningum, en auðvitað það æskilegt að þingið og flokkarnir komi saman ríkisstjórn.
En ef það tekst ekki, þá eru Bessastaðir líka í þessu tilliti síðasta stoppistöðin, þar sem að sá sem þar situr þarf að tryggja þjóðinni og landinu farsæla stjórn. En við höfum líka séð það á undanförnum misserum að það er mikilvægt að forsetinn geti tekið upp málstað Íslands á alþjóðavettvangi. Hann hiki ekki við að vera svo rödd og sá verjandi sem Ísland þarf á að halda í fjölmiðlum heimsins til þess að rétta af þann halla gagnvart landi og þjóð sem var búið að koma á hér á árinu 2009. Og það var ánægjulegt að það tókst og núna býr Ísland við slíkt viðmót á alþjóðavettvangi fjölmiðlunar að það er yfirleitt mjög jákvæðar spurningar sem ég fæ þegar ég ræði við þessa miðla. Auðvitað hefur forsetinn líka margvísleg önnur hlutverk, að fara byggðir landsins, hitta fólkið, hvetja til samstöðu, eins og ég hef reynt að gera, til dæmis í baráttunni gegn fíkniefnum og fyrir forvarnastarfi þar sem að íþróttahreyfingin, skátahreyfingin, UMFI, grunnskólarnir í landinu hafa allir tekið höndum saman í mjög merkilegu forvarnastarfi. Og að svo mæltu þá óskum við ykkur Dorrit óskum ykkur bara allsins besta á komandi tímum, á komandi mánuðum og árum og hvernig svo sem allt breytist forsetakosningarnar, þá munum við halda áfram að koma hingað til Grindavíkur og njóta samnetis við vini og félaga sem við höfum átt hér lengi og gaman að sjá ýmsa hér í dag sem ég hef þekkt í áratugi og átt að vinum og ráðgjöfum og oft veitt mér heillaráð á erfiðum tímum.